sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala sambandsslit eða hjónaskilnaði sem auðvitað veruleiki og reynsla sem að talsvert margir gangi í gegnum en mikil og sár reynsla í lífi hvers einstaklings og alveg sama hver aðdragandinn að skilnaðinum honum fylgir alltaf sorg og sorgarferli og úrvinnsla mikil á alls konar erfiðum tilfinningum. Og ég var svo heppin að fá til mín skörulega konu sem að á þessa reynslu að baki sem ætlar að ræða svolítið bara á persónulegum nótum þessa reynslu og hvernig hún fór í gegnum hana og líka vegna þess að hún hefur svolítið hugsað og bara pælt í þessu ferli og skoða það verulega, hvaða áhrif það hefur út frá ýmsum sjónarhornum. Og hingað mætt til minn, velkomin, Kristborg Bóel Steindórsdóttir, er það ekki? Já. Og ert náttúrulega þáttastjórnandi hérna á N4, þættunum að austan og þannig að það ýmsum sem kannast við þig. Já. Þú ert ekki komin hingað sem þáttastjórnandi? Nei, því miður. Ég var að segja við áðan, ég svo súrrandi stressuð þó ég sé fyrir fram að myndavélarnar í öðrum tilgangi alla daga. Þú varst að reyna að fá mig, ég á ekki skilnaðar reynslu á baki þannig ég hefði ekki getað skipt, Þó ég sé prestur og eigi reynslu að því að vera fólki innan handar í kringum það, að þá ég ekki þá persónulegu reynslu. Nei. Og en ég veit hins vegar að þetta eins og maður getur orðað meir en að segja það. Já. Og þetta heilmikið skipbrot í lífi fólks. Já. Það ekkert langt síðan þú skildir. Nei, já og nei. Suma daga finnst mér alveg mörgur ljósár og aðra daga ekki. Nei. Tíminn rosalega afstæður í þessum, í akkurat þessum fasa. Og svona fyrstu vikurnar fannst mér oft bara eins og margir mánuðir. Já. En þessi sambandsslit sem ég fór í gegnum hana fyrir 2 árum, ég var ekki gift, var við seinni barnsföður minn. Ég er búin að skilja 2 svar. Já, nákvæmlega. Skil fyrst 2008 við barnsföður minn með 3 eldri börnum mínum eftir alveg 15 ára samband. Já. Og svo aftur þarna fyrir rétt rúmum 2 árum. Og við áttum saman einn dreng sem núna 30 ára, þannig að hann bara lítill, hann bara rétt 1 árs þegar þetta verður. Og skilnaður náttúrulega og sorgin og áfallið sem því fylgir náttúrulega rosalega einstaklingsbundin. Þannig að það er mjög erfitt að bera saman hvað normið og hvað ekki normið. En ég held að kannski saga mín sé bara keimlík sögu margra. Já. Og aðstæðurnar mínar, svo fólk sjáu það kannski fyrir sér, eru kannski bara típiskar en samt kannski ekki. Þetta var svolítið brútal, verður að segjast, akkurat þessi sambandsslit því að þarna, við erum eins og skált barn og hann genginn inn í fjölskylduna og með hinn börnin mín líka. Já. Og sambandi gekk ekkert, við skulum segja, við held ég vissum bæði alveg í hvað stemdi. Já. En ég get bara talað fyrir mig, en persónulega bara nennti ég þess ekki. Nei. Ég bara nennti ekki, af því ég nennti ekki. Ég nennti ekki eftir að vera einstað og fara í harkið og þannig að maður bara hummaði bara svolítið fram á sig. Já, vandan að takast á við hann og þú nenntir ekki að fara að skilja allt svo. Ég bara nennti ekki. Nei, bara hreinlega. Nei. Og það nú, við þekkjum það alveg, það nú hægt að hanga í ýmsu, þannig að ég var held ég bara í þeim fasa. Já. En svo bara lendum við á all hressilegum krossgötum, þarna í miðjan september fyrir 2 árum, þegar ég kemst að því að ég ófrísk aftur. Já. Og þá bara voru nú góður á dýr. Já. Þarna þurfti bara að leggja spilin á borðið og erum við að fara áfram og tekla þetta eða erum við að fara í sundur. Og afráði var að fara í sundur. Hann treystir sér ekki í þetta og ég hugsa að ég hefði verið til í að tækla þetta allavega þá, þó ég sjá í dag að það var ekkert raunhæft, en allavega maður fyrir svolítið svona fighting, eða svona baráttu og en úr varð að við ákváðum eða sáum ekki framtíð í þessu,
Þannig að þá stend ég fram fyrir því, ok, ætla ég að virkilega að takast á við það að ganga með enn eitt barnið og tækla það og það var bara ekki forsvaranlegt. Verða einstað 5 barna móðir? Já, og með eitt bara smábarn. En þá stóð ég líka fram fyrir erfiðri svona siðferðislegri pælingu fyrir mig. Ég styð þá sem að kjósa að fara í fóstureyðingu ýmsum ástæðum, en fyrir mig hafði ég einhvern veginn sett upp að vera ekki option í mínu tilfelli. Þannig að þetta reyndist mér alveg rosalega erfitt og að fara í fóstureyðingu þó ég vissi að það væri ekkert annað í stöðinni. Og svona það fór allt þetta í gegnum hugan á mér, bara skömm og þetta bara, þú veist, hvað með alla sem að reyna eignast börn og allt þetta, allar þessar siðferðislegu pælingar. Þetta er ekkert auðvelt, sko, fólk skildi ekki að halda það, sko, í nokkrum tilvikum að þetta sé þannig að konu leiki sér bara að þessu, sko. Nei, og ég er frjór en fíllinn og ég hef bara ekki hugmynd þetta. Ég var á minni pillu og bara eitthvað, það bara klikkaði eitthvað þannig að ég er komið bara lengra heldur en að sé hægt að fara í eitthvað svona, taka einhverju lyfjameðferð, þannig ég þarf bara alveg í, sko, svæfingu. Og bara svona, alveg þannig. Og og ég man alltaf að við tökum þessa ákvörðun eiginlega við, ætluðum ekki að halda áfram, áttum bókað þessari fóstureyðingu upp á von og ofan, en svo bara átti eftir að taka samtalið og það var bara tekið daginn áður og ég ákveð bara, náttúrulega í fyrsta lagi bullandi hormónið á fyrstu 3 mánuðinum og þannig ég ákveð bara að fara ein. Og í hans óþökk, hann að sjálfsögðu vildi ekki láta mig fara eina í gegnum þetta, en ég vildi bara fara ein, mér fannst hann búinn að snúa bakið þessu öllu saman og bara ég stakk af í rauninni. Og þetta nú eitthvað sem að kannski var ekki sniðugt og svo þegar ég að keyra þarna heim aftur úr fóstureyðingunni, þá ákveði ég að þetta sé bara síðasta kvöldu okkar saman. Og hann vissi það ekki. Og daginn eftir þegar hann fer í vinnu og þetta er búið, þá bara segi bara ég vil þú komir heim og taki dótið þitt. Þannig í rauninni vel ég það að þessi sambandsslit fari fram á sama sólarhring. Þannig að þetta var bara rosalegt. Já, vá. Ég er ekkert annað að segja en bara vá. Já, þetta er svolítið mikið. Og ég meina það er bara mitt val og ég man að mamma sagði, var þetta nú ekki óþarfi? Ég sagði bara, veistu, ég vil bara gera þetta allt í einu. Mér fannst það bara, og þetta samband að búa, þá vill maður svolítið bara, já, farið það bara. En þegar þú horfir tilbaka núna á þetta per se, hugsaðu þú, sko, myndirðu ráðleggja sjálfri þér í þessum aðstæðum að gera þetta svona í dag eða? Ég myndi örugglega gera þetta eins aftur í dag. Því að í rauninu voru sambandsslitin ekki mín svona, hvað segir maður, þetta kom, eiginlega frumkvæðið kom frá honum og þá einhvern veginn fer maður í svolítið svona, maður fær höfnun og þá bara farið. Og þannig ég er alveg viss að ég myndi gera þetta aftur svona í dag, en það var þetta rosalegt áfall. Og barnsfeður mínir taka krakkana og ég lá ein heima í 3 daga og það bara kom dagur og það kom nótt og þú veist bara, ég var bara í svona einhverju móki, en svo þarna á degi 2 og 3 þá leið mér bara óbærilega. Nei, örugglega degi 2 og ég bara komst allar á klósettið, ég gat ekkert borðað, ég held einhver niðri, þetta var bara algjör þjáning. Já, af því að ég held líka að, þú veist, hormónar og nýstöðuð ólétta hafi bara spilað svolítið stóra rullu þannig. Og ég hringi í 4. sjúkrahúsið í Neskaupstað og spyr bara hreinlega hvort þeir geti tekið við mér. Af því að ég sé bara í slæmu áfalli og ég bara getur hreinlega ekki hugsað mig. Og svarið sem ég fæ þar er bara, við gerum ekki svoleiðis. Það er bara ekki hægt. Það bara við höfum ekkert, hvað segir maður, ráðrúm til að taka við einhverju svona. Og ég bara nei, ok, og þannig ég hringi hingað norður í geðdeildina og segi bara, má ég koma, getur einhver passað mig? Og þau segi bara, þetta var seinni part, held ég á föstudegi og ég man að konan segir, ertu með alvarlegar sjálfsvígshugsanir?
og ég segi alvarlegar, ég með sjálfsvíshugsanir. Já. En það ekki bara svolítið svona, já, einmitt. Ég veit það ekki. Já, þú veist, já, já. Þú ert ekki með ég er ekki með hvarðan inn í þér bara, já. Allavega, ég sá ekki fram úr þessu og með bara, þú veist, eina sem bara hélt með þarna megin var bara, þú veist, börnin mín. Já. En ég sagði, ég sé ekki fram úr þessu og ég get þetta ekki. Og þá mér sagt bara að hringja á göngudeild á mánudaginn. Þannig að þá bara hélt ég bara áfram, ég bara, ok, ég ligg þá bara áfram heima, ekkert mál. Fæ ég þarna eitthvað róandi hjá lækni og svona gengur þetta í svona tæpa viku þegar, nei, kannski svona 4-5 daga og þá ákveði nú að nú sé bara nóg komið og ég ætli bara að taka aftur börnin. Já. Og bara show must go on. Já. Og áfram gakk og ekki tigg. Nei. Og tek öll börnin og ég man þetta á sunnudegi og þau eru öll að koma og ég ákvað bara að bara keyra allt í gang og baka bananabrauð og gera kjúklingasúpu og ég fann alltaf svona þegar áleið á daginn að bara, þú veist, hver einasta taug var bara, þú veist, þannig. Já. Og svona rétt fyrir kvöldmat þá var ég rosalega hrædd, þá fannst mér eins og ég væri að horfa á mig svona í dróna okkur, allir tala bara svona, já, ég heyri ekkert og svo bara segi við dóttur mína sem að elsti sonur minn er fluttur heimann og dóttir mín þá líklega 13 ára, ég segi bara þú verður að hringja í pappa og þú veist, það eitthvað að gerast og ég leggst bara niður og fæ bara taugafall á gólfinu af því að ég var náttúrulega engan veginn tilbúin til að sinna þessu og þá fara þau aftur og ég held bara fram að liggja heima því að það gat enginn verið að taka konu með svona vesen. En svona svo löngu seinna sé ég einhverja grein eða eitthvað á fjórðungssjúkrahúsi í Neskaupstað að sé starfandi áfallteymi. Ok. Og þá einhvern veginn svona, já, ok, hvar var það? Þannig ég hringi þangað og ég segi bara að því hvort ég ætlaði bara að taka viðtalið með þetta sem blaðamaður eða eitthvað svoleiðis og ég segi já, ég veit nú ekki alveg hvað þetta áfallteymi var. Ég í fyrsta lagi send heim úr fóstureyðingu og þeir sjá ég kem ein og fer ein á þess að fá nokkra, þú veist, áfallahjálp. Og ég hringi og bið hjálp að því að ég bara megna ekki að sjá sjálfa mig. Og það er ekki hægt. Og þá verður hún alveg með þessi konu sem ég talaði við hvort það var hjúkrunar fóstur eða eitthvað og segir að þarna hafi greinilega verið einhver brotalögum í kerfinu. Þannig að sko þetta var klárlega vitlaust meðhöndlað þá sem betur fer, skilur þetta En einhver síður situr þú eftir með höfnunartilfinningunum náttúrulega. Já, vissulega. Já, og þetta bara þetta er svolítið vesen, þú veist, bara við tökum eða pínlítið svona, heyrðu, þetta er ekki nógu merkilega tilfinninga til þess að segja þetta sinna því, sko. Þetta er ekki forgangsröðuninni hátt, sko. Nei. Og það er náttúrulega þetta með spurningunum sjálfsvíshugsanir er náttúrulega, hún er mjög sérstök þessi spurningi, ég hef heyrt þetta áður, þú veist, ertu með alvarlegar sjálfsvíshugsanir? Sko, hvaða einstaklega getur metið það, hvort hann sé sjálfur með alvarlegar sjálfsvíshugsanir eða ekki, sko, út frá hverju, skilur, þú veist, þetta er bara einstök upplifun, sko. Já, einmitt. Þú veist, annarkvort ertu með sjálfsvíshugsanir eða ekki, sko. Já, þannig að þetta var mjög spes og þarna strax á fyrstu metrinum bara, einmitt, því komið inn hjá manni bara, þetta er nú ekkert svo merkilegt. Nei, skilur, nei. Þú varst bara að skilja. Þú varst nú ekki að missa maka. Nei. Og þá komum við nefnilega að því, sko, muninum á að því að ég veit og ég tala mér svo oft það við hjón sem er að skilja og ég er að þjóna í kringum það og veita sálgæslu, sko, að þessu einmitt, fólk verður að taka algjörlega mið af því að þessu fylgi, sko, sorg og sorgartilfinningar, eitthvað sem þú varst búin að sjá fyrir þér að myndi halda eða þú varst með ákveðnar hugmyndir þína framtíð, sko, er ekki lengur og því fylgir sorg. Jafnvel þó að fólk sé búið að koma að segja að þú veist það sé aðdragandi að þessu öllu og svo hafi þetta verið svona sameiginlega ákvörðun og allt svoleiðis, það skiptir ekki máli, þetta er breyting, þetta er breyting sem átt aldrei að verða. Og það skuli gefa sér bara góðan tíma í það og ég segi, sko, eins og þú segir, þú veist, þetta er við einstök hvert og eitt en það er samt ýmislegt sem er sameiginlegt, sko, með okkur þegar við reynum svona hluti og ég segi oft við fólk, sko 2 ár, þú veist, gefðu þér allavega 2 ár, þú veist, þar sem að þú ert ekki tissa þó þú farir upp og niður og sveiflist til. Já, góður, já.
Hvernig var þín reynsla sko af því og líka þá ætla ég að spyrja þig svona með sko viðbrögð samfélagsins. Þú ert auðvitað búin að lýsa því núna svolítið með þetta, heilbrigðiskerfið. Já, einmitt. Sko, kollegi þinn, Guðný Hallgrímsdóttir, er ekki rétt að mér. Jú, prestur fatlaðra. Já, skoðaði sinni mastersritgerð sem sagt mismun á sorg og áfalli sem því fylgir annars að missa maka í gröfina, hvað segir maður? Já, bara missa maka. Eða við sambandsslit og skilnað. Og eins og hún segir, þá kom niðurstaðan henni ekkert óvart. Þetta er bara nákvæmlega sama áfalli. Þetta er bara nákvæmlega sama áfalli. Öll þessi líkamlegu einkenni voru hjá þessum hópum kvenna var alveg svo sami. Bara hraði hjartsláttur, lystarleysi, svefnleysi, óróleiki, þú veist, ég misti hárið og ég misti svona minnisgloppur og þannig að það er svona þessi rosalegu svona líkamlegu einkenni. Ónæmiskerfi fyrir oft úr jafnvægi. Ónæmiskerfi fyrir alveg í hakk og þannig að það er nákvæmlega sama og eins og hún segir og ég er svo sammála, þetta er bara nákvæmlega sama nema samfélagið tekur allt öðru sig á málunum. Ef að þú missir maka, þá, eins og hún segir, þá bara ber samfélagið sorgina með þér. Það er allir tilbúinir til að styðja þig og hjálpa þér og fylgja þér eftir lengi og eftir. Það fer einhvern veginn eitthvað í gang, eitthvað system í svona umhverfni kringum þig. Fólk finnur bara sjálfkrafa til samkendar. Já, alveg rétt. Og en það er ekki einhvern veginn í sambandsliti með allt öðru sig. Það er svona miklu styttri, þú mátt allavega væla miklu styttra tíma. Og svona, eftir svona, rosa stuttan tíma er fólk einmitt bara Kannski eftir bara svona hálfan mánuð? Og ég fann það bara, ég var ekki að ræða þetta nema við þröngan hóp og bara fólk sem hafði gengið í gegnum þetta sjálft. Því þetta er svolítið svona eins og að lýsa fæðingu fyrir konu sem má ekki barn. Þetta er bara svolítið svoleiðis. Og hvað er þetta öðruvísi? Þú ert að missa partnerinn eða félaginn til kannski áratuga, jafnvel, sem þú hefur vaknað með og sofnað með og deilt öllu með, hringt í oft á dag og kannski bara besta vinnin og trúnaðvinni og þá bara, hún er bara kippt út. Og ég er náttúrulega svo bæta einu við að þú ert að segja þetta því ég man eftir að maður sem lýsti svo fallega sem hafði skilið eftir margra áratuga hjónaband og það sem hún fannst sorglegast þegar hann hugsaði tilbaka var að nú væri enginn sem hlustaði á andadráttans þegar hann væri sofnaður. Þú veist, og þetta er svona hljómar smáveilegt, en þetta er svolítið svona dregur saman einmitt sko mikilvægi makans. Það er einhver sem hefur heyrt mann anda. Já, einmitt, og þetta bara, hvað er maður einmitt á bara hverjum degi, bara veistu hvað litli sagði. Eitthvað svona, maður er að deila þessu bara svona litla fjölskyldulífi með maka og náttúrulega eins og þessi sofnar og vakna með honum. Og líka það sem er svo erfitt eins og í mínu tilfelli, ég er tvískilin og ég meina, ég er bara að sjá börnin mín cirka hálft árið. Því að í nútíma þjóðfélagi sem betur fyrir þá foreldrar réttur jafn og börnin eru til háls og það er líka algjört áfall að bara missa börninu sínum, skilur, missa einhver jól, það er bara mestu ónáttúrulega sem ég veit um. Og þetta allt saman. Og þannig að og svo náttúrulega tengda fjölskyldan, sko það er náttúrulega fylgir líka. Já, og tengda fjölskylda og eins og í mínu tilfelli ég á mjög litla fjölskyldu sjálf. Og þegar ég byrjaði með þessum maka mínum sem ég skildi við fyrir 2 árum, honum fylgdi alveg dásamlega að mér fannst bara svona ítölsk fjölskylda, risastór og líf og fjör og þarna ekki 2 systur í kaupæti og þau voru öll að vilja gerð og bara þú ert alltaf velkomin, það er samt ekki þannig. Í fyrsta lagi treysti ég mér ekki í það að hitta þau því að það myndi mig alltaf á, skilurðu, og í öðru lagi er það bara einhvern veginn ekki þannig. Nei, það er svona, það er þetta að segja þetta kannski en Já, og allt vel meint og allt það. En þetta er rosalega stórt skarð og eins og fyrir mig þá missi ég þarna ófætt barn og maka og tengda fjölskyldu bara á einu bretti. Þú veist, þetta er alveg bara svolítið skipsbrot. Og
Já, þannig að... Og hvað, sko, ef þú fer svolítið yfir þessi 2 ár, að því ég var nú einmitt að nefna þetta með 2 ár þarna áðan, sem svolítið svona, kannski tíma sem maður geti tekið sér. Hvað finnst þér hafa gerst hjá þér á þessum 2 árum í þessari, sko, úrvinnslu? Hvað ertu búin að fara í gegnum? Sko, talandi þessi 2 ár, því að ég skil í fyrra skiptið, 2008, þá einmitt fer ég til, starfandi héraðsprest, svo Reyðarfirði, og það var nú eitthvað verið að reyna að tjásleika saman til að byrja með, en svo var nú útsið með það myndi ekki ganga, þannig að hann segir bara, en þið áttu ykkur því að þið eru alveg 2 ár að lenda á löppinu. Já. Og ég horfði bara alveg á hann eins og væri bara jólasveinn. Já, 2 ár. Já. En það er bara svo sannarlega rétt, sko. Já. Og eins og fyrir mig, það bara, einmitt, ég komi rétt 2 ár núna og ég er svona rétt að lenda, sko. Já. Og svo við gleymum nú ekki að tala líka það sem gerist, er þessi breytta þjóðfélagsstaða. Já, bara út frá fjárhag og öðru. Já, út frá fjárhag og allt í einu stendur bara uppi einn með leiguna eða húsnæðislánin eða hvað sem er og þú bara verður að, þú ert í alveg rosa sjokki og áfall en samt þarftu bara einhvern veginn að bara sjá til þess að innkoman komi inn og því að laun á Íslandi þetta ger ekkert ráð fyrir einum, eða þess að útgjöldin á Íslandi það ger ekkert ráð fyrir einum launum. Það bara meikar ekki sens. Og hvernig er það þegar að svona gerist? Sko, upplifir að það var komið til móts við þig sko frá úr kerfinu eða frá þínu opinbera svona á ýmsum stöðum út af þessu gastu fengið einhverja aðlögun, gastu fengið einhverja sénsa, gastu fengið eitthvað, heyrðu, ég er bara orðin ein og ég ætla að reyna að halda þessar íbúð, þessu húsi eða ég ætla að reyna að reka hana bíl og það er ekkert svoleiðis. Nei, ég var heppið með það, ég fekk bara velvild vinnufélag, þeir skildu alveg að ég þurfti smá off svona annarslagi fyrst. En nei, þú bara stendur áfram með þína plikt, það er bara svoleiðis. En svona með greiðslu aðlögun í banka og eitthvað svona, er eitthvað, þú veist, gastu fengið alls konar svoleiðis fyrir greiðslur upp á það, heyrðu, nú er ég bara með eina tekjur og... Já, ég er reyndar með, það er voða þægilegt að vera með svona bankaþjónustu og svona litlum stað. Já, þannig að það svona reddaðist nú, en á endanum þarf alltaf að borga þetta, þannig að þetta líka bæði, breytt þjóðfélagsaðstæða með þessu, þetta bara er ekki jafna sem gengur ekki upp. Að vera á einu launum. Það er alveg bara allavega anskoti töff, sko. Og svo hitt líka bara, þú ert bara að gera allt sem gerist á heimilinu, þú ert að gera það. Það er ekki lengur 2, skilurðu, þú ert bara... Oft er verkaskipting nefnilega á milli, þó svo að kallar og konur séu jafningjar, þá er oft verkaskipting með hluti. Já, og ég er bara allavega að deila, þú fer í búðinu, ég sæki, en nú ertu bara að vinna þinn vinnudag, sæki börnin, þú veist, hjálpa til við heimanám og baðar og eldar og svæfir og pantadekkaskipti og druslarinn þakplötu sem er að fljúka og skilur þetta er bara of mikið. Þér finnst svona allt standa og falla bara með þér, en eins gott þú verður ekki lasin. Já, það er svolítið svoleiðis. Þannig að þetta er svona uppskrift af burnouti eiginlega, sko. Þetta er uppskrift af burnouti, já, algjörlega. Já. Sem að þú eiginlega svolítið upplifðir. Já. Hvar erum við í tíma? Já, við erum góðu tíma. Við erum nokkra mínútur eftir. Segðu okkur aðeins frá því. Já, guð, ég átti að tala svo mikið. Ég er náttúrulega fer í það sem gerist þegar ég ligg í rotinu á sínum tíma er að ég fer í mikla sjálfsvinnu. Bæði tala við konuðina heima og svo fer ég til Bali og bara getum við tekið annað þá? Já, þú fer til Bali? Já, ég skrapp til Bali. Það er eins og einhverju bíómynd. Já, einmitt. Og fer þarna bara til að reyna að finna einhvern veginn kjarnan í sjálfum, ekki endilega til Bali, bara ég fer, sko, ég ákvað bara, þegar ég reis upp úr þessu áfalli, að nýta það bæði fyrir mig og mér fannst ég verða að einhvern veginn breiðu boðskapin. Mér líður svolítið eins og trúboði. Mér finnst þetta svo mikilvægt því að ég fæ bara bréf á viku, bara gegnum Facebook, bara, viltu segja mér hvað þú gerði? Já, af því þú tjáður svolítið þetta og þú hefur farið í blaðaviðtal og eitthvað svona og þú finnur að það er bara þörf. Já, það er rosalega þörf og því að fólk svona einhvern veginn lúri með þetta einu og einmitt finnst samfélagið segir úr sjálft pínu lúsir, sko. Já. Að hristir ekki bara að þér, sko. Já. En já, ég fer í mjög mikla sjálfsvinnu og en svo bara núna fyrir ekki svo lengur síðan þá bara hitti ég vegginn. Bara við erum búin að vera í mikli vinnu og takast á við nýja og skemmtilega vinnu sem er náttúrulega líka bara
þú veist, orkufrekt. Já. Og á sama tíma fyrir ári, þá var ég svo hrædd um að þetta myndi gerast. Þá var bara orka mín að vera búin. Svo bara gerist það daginn að ég bara stödd á heilsugæslustöð og bara brotna saman. Ég var ekkert að fara út af þessu, ég var bara að fara í blóðprufu. Okay. Og til að gera langsögu stutta þá bara, er ég sett í veikindaleyfi og ég segi mitt bara, af hverju núna? Af hverju þetta gerast núna? Hún segir, einmitt núna, af því að þú verður fyrir áfalliðana og svo bara keyrir maður á einhverju pínlitlu bensíni og bara drullugu bensíni og svo bara er það bara búið. Og ég tek undir orð Röggu Eiríks sem ég las viðtal við daginn í Man, sem hún er að segja frá sínu skilnaði. Og hún segir bara, ég ekkert viss að ég hefði lagst svona saman hefði ég ekki verið með alls konar óuppgerð áföll í bakpokanum mín, eins og ég. Ég er uppkomin barn alkohólista, á erfiða æsku, á annan skilnað og alls konar sull í pokanum og ég held að áfalla... Ýmis og gróin sár. Já, og óuppgerð mál sem að maður einhvern veginn bara treður niður. Og þess vegna fannst mér svo mikilvægt, ég fór bara all in í hennar skilnað. Ég bara las allt, ég bara leyfði þess að koma, ég leyfði þessum öldum að koma og ruglsveiflunum sem að maður skildi ekki af hverju var. Og ég sagði það bara einni öldunni færa. Þú veist, ég er búin að grænja hæla þetta og veit ekki af hverju. En ég ákvað bara að taka þetta all in. Heyrðu, og það alveg ágætis lokaorð, því ég sé að það framhaldsþáttur í bígerð hjá okkur Bali. Við erum áðum ekki að komast að því, en svona, ég vildi samt fá aðeins að koma inn á þetta. Þetta er náttúrulega bara heilmikið saga og takk fyrir Kristborg að koma og deila þessu með okkur. Það er ekki vanþörf á og ég veit það bara líka út frá mínu starfi að það eru margir sem að upplifa einhvern veginn að það sé ekki sérstök samkennd með fólki sem er að gangi gegnum skilnað. Þannig að við þurfum að passa þetta. Og við kveðjum héðan í dag, þökkum fyrir samfylgdina og sjáumst aftur í næstu viku. Bless.